Velkomin að Helga Pappa-leikana 2023. Já, hér fyrsta umferð, það Hrólfur Norðfjörð og Ingiríður Atladóttir. Hún notar laserbendil til þess að leikstýra honum. Virðist ekki ganga og það hlýtur að vera dregið að þeim fyrir þetta. Já, klálega, þetta gengur mjög illa hjá honum. Hann virðist ekki vita hvernig kerran á að snúa. Nei, þó að sem hjálpatæki. Hann farin í hana. Þetta búið, því líkur ónýtungur eitthvað. Hún sýnir hversu öll þetta Það var Guttormur Kormáksson og Helgar Sigurlaug Kóper. Ég held að það sé Kóper. Hverjum ekki sama. Já, það eitthvað stress í honum. Það svona virðist vera svolítið spennustig. Já, hann allavega ekki fyrir að fá pústig fyrir þetta. Nei. Og hann kallar á vin. Hann getur aðstóðað og finna á þessu, en hann fær hálft stig fyrir þetta. Fín strategið, bara klára næsta þraut. Næsta þraut bleiuskiptin, þetta mjög mikilvægt. Aftur, það eitthvað stress. Hann kallar aftur á aðstóð. Meiri mínusar, þú vinnur ekki keppni á mínusum. Nákvæmlega, þetta sem þetta núverandi kærastann sem ólétt. Ok, hann greinilega duglegur að fjölga sér heldur en að borga meðlagið. Klálega. Heyrðu, það eitthvað drama komið á völlin, keppandi mættur á svæðið og vinina sem einhverjum rifrildum og það gengur bara illa. Heyrðu, þarna eldri dóttir hann sem greinilega gleymdi að sækja með skólanum. Það nú nokkur mínustig á það og hendir barninu í jörðina. Og barnavendi komin í ég veit ekki hversu mörg mínustig komin. Hann flautar á leik. Heyrðu, þá það okkar björtustu vonir, Skafti Kaldalóns og Úlfhildur Þórana Þóranadóttir. Þau unnu keppnin í fyrra og það sé, bóndabeyja. Sko Skafti fættist í Stykkishólmi en hann ólst upp í Njarðvík og það sést. Þú sér Suðurnesin í handbragðarnas. Gerir þetta eins og meistari. Heyrðu, þá næsta þraut. Heyrðu, það hráefnin, hann á elda fyrir börnin. Hvað velur hann? Hann halda á mísu. Kannski ekki mikið úr að velja oft í Helgar pappa ískapnum. Nei, kannski rétt. Hvað gerir hann? Kallar hann á neyðarhnappin? Nei. Eldum rétt. Þeir búa náttúrulega í Garðabænum. Hann hendir neyðarhnappinum á gólfið. Vel gert. Senstu þrautin. Leikaðu börnin. Mjög mikilvægt. Þetta erfiðar margir halda því að þú ert að halda athygli tveggja barna í einu. Hann leifir henn að flétta á sér hárið. Þetta meistaralega gert. Þetta ótrúlega flott. Heyrðu, næsti keppandi reynir við að finna svo bara mættur og það hundur mættur skyndilega. Hann það góður, hann laðar á sér hunda. Heyrðu, þetta hann reynir við að finna svo senasti keppandinn í dag. Hann aflýstur tónlistarmaður sem að reyna að fá slaufun. Batsmóður hann setta á nálgunarbánu og hann reyna að áfrýja dómnum með keppninni hér. Það má ekkert lengur. Nú á hann að velja góð hráefni. Hvað velur hann? Hann ætlar sér að gera eitthvað úr þessu. Nákvæmlega, Moulin Rouge, þetta Moulin Rouge? Ok, inn í ískáp, skrítið. Nýtir á neðan. Neðanhappur, það mínustig, en hann fær Dominos. Reynir Viðar, örugglega fara að reyna við fleiri konur. Galdurinn, það nú engin galdur nema bara mikil vinna, mikil þjálfun. Attachment parenting. Já, Skafti, mjög gott. Við vinn svolítið með hrós, mér finnst það betra en þessi óttastjórnun sem mörgum þykir svo áhrifarík. Mér finnst nú skila svo betur að vera með mér í mýkt og þetta eins og Skafti sagði. Attachment parenting það sem við notum á tvíburinn okkar og ég yfirfæri það bara yfir á þjálfuna og Skafta. Ég nota attachment partnering. Attachment partnering. Já, Skafti. Þau sáu, þau sigruðu, því líkir keppnismenn. Fleiri spurningar. Þetta bera þið saman með Július Caesar.